Hæ, heyrðu við erum komnar til Malmö í Svíþjóð. Þetta kuð vera ekta sænskt garn sem er unnið og spunnið og klárað á einhverjum búgarði. Lengst hérðan samt en einhverstaðar í Svíþjóð. En við erum að elska það hérna. Þetta er svo geggjað. Þetta er frábær verslun sem við fengum að koma hérna inn í og við hefum eftir að sýna frá þessu á Instagramin okkar. Það er bara pottþéttmál, þetta er bara geggjubúð. Stúlkan sem á þessa búð, eða konan sem á þessa búð er bara yndisleg. Hún leyfði okkur að setja okkur hérna niður til að taka eitt vídeoblogg. Náttúrulega herbyggi. Yndislegt alveg. Og það magnaði er að hún opnaði þessa búð bara í september síðastliðnum. Fyrir spáði hvort að ég sjáist bara í skugga eða þetta er svo skrítið. Eða. Já. Skiptir ekki. Hálf í skugga. Já, það er bara, ég er hálf skuggaleg alltaf þannig. En hún opnaði bara í september og það er eins og þessi verslun sem er búin að vera í mörg ár. Já, alveg lágmarki 5 til 10 sko. Einmitt. Hún er bara þvílíkt flott. En hún heitir Planet Wool. Og er á Drottningatorgi, þannig ekki drottningalegt við þetta torg. Nei, alls ekki. Vesturlega við að labba þar yfir. Já. En samt, það er stutt í hana frá lestarstöðinni í sentrúminu. Já, mjög. Og þetta er bara, vá, hvað við mælum með. Og við erum ekkert sponsorað af nokkurn hátt. Nei, hún er ekki að veita okkur neitt námslátt. Nei, hún er að reyna að tróða okkur kaffi en við höfum ekki þegið það einu sinni ennþá. Já, við vorum kannski bara tiltölulega nýbúnar að drekka kaffi þegar við komum hérna inn. Þannig að það var kannski aðalega ástæðan fyrir því að við þáum það ekki. En að görnum. Görnum er allt. Ég var nú að taka þetta með hérna af því að við vorum nú að fara í gult ríki. Jú. En þetta er náttúrulega hérna verðandi vallarsokkar þegar ég fer að horfa á í að spila í sumar. Hnausþykkir, þetta er nú óttalegt öggliprjón eitthvað en þetta er svona ruddaprjónaskapur finnst mér. Þetta er náttúrulega ekki heldur strekt eða... Nei, eða blokka eins og að segja þarna fagmálunni á einskunni. Ekki búið að blokka neitt. Ekki búið að blokka neitt. Og hérna, en þetta er náttúrulega malband. Auðvitað. Og gamalt hérna frá West Yorkshire Spinners Color Lab DK sem fór í þetta, þannig að þeir eru hnausþykkir og góðir. Og væntanlega mjög hlýir. Og hlýir. Það er náttúrulega tilgangurinn. Og svo haldið ykkur. Þetta gerði ég nú ekki sjálf, en það myndi ég aldrei nenn að gera alla þessa putta hérna. Og hérna, en það er góð kona sem býr í Borgarnesi af akurnesískum ættum sem að prjónaði þetta á okkur vinkonurnar sem að erum í stuðningsliðinu. Þeir eru geggjaðir sko. Þeir eru rosa flottir, já, þeir eru að máta það og sína það á hendi. Þeir eru nefnilega, það er alls ekki það sama að sjá vettlinga einhver stað og svo sjá það á hendi. Sko. Þú ert náttúrulega, Þetta verður flott á trómunum aðeir. Já, hefur þurft kannski að hafa styrkingu í lóanum upp á Ég hef búið að fá ekki sigg og svona. Já, og bara slíta þeim ekki á mikið eftir kjöðan. Já, eftir kjöðan, já, það er spurning. En þetta er nú eina sem ég kom með mér sem er klára. Við verðum svo bara að fara yfir allt okkar heima. Já, það er náttúrulega kannski ekki mjög mikið af klárum sem en að sjálfsögðu var þetta heimagarn. Já, við veitum það. Að sjálfsögðu. Mitt klár, það er bara eitt sem ég er með mér. Okay. Ég er náttúrulega með meira heima en auðvitað ekki. Þú jaskaðist út í, þú kláraði þetta bara á leiðinni. Ég kláraði þessa á leiðinni, ég var bara rétt aðeins byrjuð á fyrirsóknum. Meira þess að þetta skipti þá byrjaði á fyrirsóknum en ekki seinnisóknum eins og venjulega. Já, ég kláraði þetta bara á leiðinni út. Þannig að ég fór í þá bara strax. Nei, býtu, kláraði ég á leiðinni út? Nei, ég kláraði það á leiðinni suður. Já, þess þá heldur. Var það ekki? Vegna þess að ég var í þeim á Garnival. Já, Sigrún, já. Ég var í þeim á Garnival. Já. Það var nú bara þannig. Þetta er Karisma frá Drops og þeir eru bara alveg ofsalega hlýir en notabene, ekki feiknir og ekki styrtir og ekkert. En Karisma er náttúrulega með smá, ég er ekki með miðan, það er einhver smá styrking í. Já, það er það. En þetta er ull. Ok. Að mestu leyti. En það er eina sem ég er með þetta, það er þessi auðvitað fjólblór. En við verðum náttúrulega lítið að minna svo Garnival þar sem við vorum að plugga prjónagleði sem þið eru náttúrulega væntanlega öll að fara á. Auðvitað. Og Maríanna keypti sér í peysu, gæði. Já, þið spyrjuð. Það halla mér aftur og njóta. Þetta er sem sagt, ég er að byrjuð aðeins á
þetta er hérna Lúna peysa frá Sunnu Maríu. Hrikalega þægileg, já ég var hann nær, já. Hrikalega þægileg og fín uppskrift og hér er ég með þetta dökka fjólubláa er frá Vatnsnesjarn og í því er alpakaþráður sem ég keypti hjá Garn & Cozy og svo er þetta Mulberry silki sem ég keypti hjá systraböndum og þetta er bara eitthvað annað. Þetta er þvílíkt mjúkt og yndislegt og ég er svo sem bara rétt að byrja. Ég byrjaði bara í fyrradag á peysunni. En hún er tiltölulega fljót prjónun, þannig, einföld og þægileg. Og bara uppskriftin geggjuð og bara allt frábært. Og ég er að missa henni lykkjur og þetta er allt í gangi hér. Svo það er. Geggja. En hún er æðisleg og mikið rosalega sem að mér fannst gaman á Garnivalinu. Ég var aldrei farið á þau. Við vorum svo hæpaðar þegar við keyrðum aftur upp á Skaga. Og maður bara, já, við erum bara að setja þetta strax í dagatala næsta ári og vorum alveg æstar, sko. Eins og bara örugglega allir sem voru þarna. Þetta var geggja. Þetta var algjörlega þvílíkur kraftur. Þetta prjóna samfélag er náttúrulega bara svo magna líka. Það er bara allir svo, þú veist, peppaðir og allir svo, já, heyrðu, og pókinn minn. Ég keypti þennan líka á Garnivalinu hjá, hún kallar sig Gunnhann, sem að gera þennan póka. Saumar út í þetta og hvaðina. Já, æðislega. Fyrir utan, hann er náttúrulega með þennan dásendar vasa þarna innan. Rendan vasa. Það er ekkert verið að fúska hér. Nei, ekkert drast, sko. Og þetta er náttúrulega fjólblár upplagi. Það er ekkert annað sem kemur til greina og svo náttúrulega er ég með í þessum renda vasa náttúrulega dásendar boxið mitt með öllum prjónamerkjunum og öllu því sem ég þarf að hafa. Með rollunni? Já, með rollunni, einmitt. Já, það er náttúrulega sauðfjárbóndinn sjálfur, getur ekki annað en það er nú bara þannig. Herðu, en þetta er ekki fyrsta prjónabúðin sem við fórum í Malmö. Nei. Södra Garnet hér. Já, Södra Garn held ég, Södra Garn, já. Nei, hérna, það var, hún var frekar smá, lítið, hún var ekki mjög stór. Hún réðist dálítið á maður þegar maður labbaði inn. Já, það var svolítið mikið í henni, sko. Og svo var sko, svo mikið pörmengarn. Já, mjög mikið pörmengarn, sem að var allavega ekki að vekja lukku hjá mér. Já, ekki það sem ég leitaði þessu garni, ég bara, alls ekki. Það er bara ekkert svona sexy við það eða þannig, eða áhugavert þannig, sko. Það leikur ekki til mín. En, hvað er það? Hún sýndi okkur líka einhver sænsk. Já, hún var þarna með svarta forrit, sem er þarna. Já, sem við erum að vera dálítið skotnari. Já, sem er þetta sænska, þarna. Já, tókstu með eitthvað sem hún keypti? Ég tók með það sem ég keypti þar. Ég keypti, þetta er svona einhver Astrid Lindgren lína sem er þar til sölu. Þetta er náttúrulega, já, heitir þetta er Lotta. Jarbo heitir þetta merki. Jarbo. Þetta er ykkur angi frá svarta forrit. Já, eða svarta forrit angi frá þessu. Það er ykkur angar í gangi. Ég er ekki alveg viss. En þetta er sem sagt svona litasettering sem er hæll og tá, stroff kannski og svo sokkar. Þetta er semst sokkagarn sem ég hef keypt. Samt í DK-styrkleika, já, þetta verða þykkir og hlýir og góðir sokkar. Mér kannski verður ekki kalt á tánum í útilegunum í sjón. Nei. Mögulega, jafnvel. En þetta keypti ég þar og Edda keypti eitthvað þar líka. Já, ég er ekki með það, ég ætla bara að sýna það næst eða eitthvað. Já. Nema hvað, það var indælis þjónusta. Já, hún var alveg öll að vilja gerða að reyna að hjálpa okkur og talaði ágætis ensku því við erum ekkert mjög sleipar í sænsku, sko. Ekki þannig og við skiljum smá. Ég reyna að slá mig norsku en það verðist ekki duga sérlega vel hér. Nei, það er ekki mikið skilningur á því. Nei. Svo komum við hingað náttúrulega í gær og byrjuðum á því að hérna skáta aðeins búðina og skoða og finnast þetta æðislegt og allt það. En versluðum náttúrulega smá í gær. Já, það var nú ekkert mikið. Ég keypti 2 svona. Heyrðu, ég ætla að sækja sjali. Sjali, já, græna sjali. Ég keypti 2 svona. Þetta er hérna danskt merki, Knit Couture og þetta er kasmír. Og þetta er náttúrulega ekki fjólblótt en vínrautt og
við vorum svona að hugsa okkur að prjóna úr þessu, sem sagt svona sjaltrefil, sem að sem sagt, eftir, sem sagt, það þessi uppskrift. Hvaðan kom þetta gatna? Þetta frá Kaupmannahöfn. Þetta Kitt. Þetta eitthvað nýlegt. Já, þetta nýlegt merki, segir hún hérna, stelpan sem með búðina hér. Kitt Couture, held ég þetta sé búið fram. Og hérna, hún var með heila möppu af einhverjum uppskriftum sem við gáttum keypt. Og keyptum þar meðal uppskrift af þessu sjali. Þannig að við erum komin í hérna. Við erum komin með eitt verkefni sem fyrir að gerast. Alveg rétt á þeim. Við keyptum þetta í gær, já, ég keypti þennan vínrauða lit og Edda, þú keyptir gulan. Nei, hvaða lit keyptir við? Nei, já, það var hitt sem var gult. Ég keypti þarna alveg rétt, brend appelsínu. Brend appelsínu, ég veit ekki, Edda, ertu búin að sjá peysuna sem ég í dag? Hún brendi aldrei. Já, það svona. Já. Þetta næstum því sami litur. Kemur ekki Kari, vinkona okkar hérna nýjasta. Koti hérna. Já, takk. Hei. Svo þetta unga konan sem á þessa búð og við ætlum að fá hana aðeins til að segja okkur frá búðinni. So, we only met you yesterday. Yes. Yeah, but like best friends. Yeah, now we're best friends. It's been so fun having you here. Yeah, thank you. You have so lovely store here and so much yarn. Thank you. And we were just talking about, we couldn't believe that you only opened in September. Yeah, 1st of September we opened. We got the keys to the shop on the 1st of August. So you had 1 month to put it up? Yes. Okay. My son got a summer job and my wife's son got a summer job. Okay, on the store. Everybody was here. Yeah, of course. It was a little stressful, but we did it. Yeah, and it's really nice. Oh, thank you. Yeah, I like it very much. What drove you to do this? I mean, I've always been knitting, whatever I do at my jobs, at meetings. I've been knitting on my business trips, on the train and the airplane, and I'm actually an economist. A customer. Yeah, they keep flowing. Yeah, which is really wonderful. It's amazing how it's been exploding. So I guess I have to. You have to stand up now. Just to be continued. I'll tell you more as soon as possible. All right. Það svo mikið að gera hérna. Það svo mikið að gera hérna. Það búið að vera núna rennir frá því að við komum hérna fyrir nærri hálftíma síðan. Það var búið að vera stanslaust rennir af fólki inn. Það alveg geggjað, það yndislega mikið að gera hérna. Herðu, en þú varst að sína... Ég var að leita að það brendu appelsínu. Það var brendu appelsínan sem hún keypti í gær. Já, hún inn á botninum, restin af henni. Já, þarna. Já, þetta er kasmír. Þetta kasmír, já, eins og þessi sem ég keypti. Hérna. Og einhver sagði, ef þið ætlar að kaupa eitthvað til að hafa hálsinn, hafið það kasmír, splestu á þig. Þannig að það þetta verður þetta. Þetta verður geggjað, ég alveg viss um það. Þú keyptir meira, heldur brendu appelsínuna. Já. Ég keypti náttúrulega gasta mín. Ekki sjá þetta. Þetta eitt af því sem þú færð í sárabætur fyrir að vera ekki með okkur. Það einhverja búblur í þessu, eða þykkildi. Eitthvað popcorn, eitthvað. Já, þetta eitthvað popcorn. Jú, popcorn, já, einmitt. Geggjaflott. Þetta er nú frá Lana Grossa, það fæst nú svo sem á Íslandi. Já. Þetta bara myndi okkur á þig. Sáum þig þarna, algjörlega. Ég meina svona. Og svo að því hún móðir mín alltaf spinnandi úr einhverju hrosshári, 81 árs gömul, með einhvern rudd alltaf í græjunni, keypti ég svona kempuhandinni. Þetta Tröfström design, jordgubba sylt. Já, jarðarberja sulta. Sulta, já. Ég kann nú það mikið. Það kanntu mikið í sænskunni. Jordgubba. Og þetta náttúrulega sjúklega mjúkt og geggjað sko. Já, þetta rosa og fallegu litur. Hann sést ekki alveg rétt. Hann meira rauður. En það rosa mikill glans í þessu og svona skemmtilegt. Þannig ég mjög spennt að sjá hvernig kemur. Þetta merino og kid mohair saman. Já, þetta rosa mjúkt og fallegt. Og býtu. Það sameiginlegu sokkarnir. Sameiginlegu sokkarnir, já.
verðum við í eins sokkum. Af því að við vorum orðnar eitthvað svo spenntar fyrir svarta forrit áður en við komum hingað. Já, við vorum búin að finna það á netinu. Það er vist eitthvað megamassa mikið eitthvað hér í Svíþjóð, Já. þetta merki. Keyptum okkur eins sokkagafl. Þannig að við verðum geggja fínar í eins sokkum einhvern tímann. Já. Við tækifæri. Þetta er ekki spurning. Mjög flott og það er ekki bara vínrautt og svona hvítt heldur. Það er Nei, svona... þú fannst einhverja yrjur Ég fann þegar þú einhverja fórst að kroppa í yrjur þegar ég þetta. fór að kroppa í það. Þannig að það eru hérna smá bleikar yrjur og svona litast svona aðeins til. Eða eins og hafi runnið til liturinn eða eitthvað. En allavega, þetta held ég að verði geggjað. Þannig að það er svona sjálfmyndstunandi svona pínu þema í þessu. Og svo keypti ég... Nei, ég var nefnilega ekki með meira. Ég keypti bara þetta tvennt hérna í gær. Ég með aðeins meira að koma í körfuna núna sko. Og þegar það með síðasta vloggi, þá sagði hún frá peysunni, hún heiti ómissandi peysa eftir Lenu Hólme, sem ég rækti upp að því hún feitaði ekki í baun. Og var að finna með meðband með hérna... Malbandinu, sem að heitir gull eitthvað. Já. Nei, glópagull, Já, einmitt, já. Þessu hérna. Og ákvað að taka bara, það er frá Fílkólana Alva, svona gullt með. Þetta bara tónar mjög Þetta skemmtilega tónaði bara saman. ágætlega saman og Verður svona gulgræn slíkja einhver á þessu. Já, en þetta verður, það kemur skemmtilega mikil hreyfing í þetta. Já, ég held þetta verði alveg, Já, þetta kemur mjög vel út, finnst það er allavega fín svona innandi vesti eða eitthvað peysa. Já, ég reikna með því. Og mjúkt er það náttúrulega. Já, alveg geggjað. Þetta er náttúrulega alvan er alpakka, er það ekki? Alvan er, jú, alpakka 100%. Já, akkurat. Þannig að... Það er fíla þetta sem meðband. Þetta Ég verð að segja það. Þetta er geggjað flott, sko. Og mjúkt og dásamlegt. Það var nú gærdagurinn kominn, sko. Gærdagurinn kominn, já. En við náttúrulega komum aftur í dag. Já. Og héldum áfram. Já. Þó við eigum eftir að fara í eina. Við eigum eftir að fara í eina. Hún er á Lilletorget. Já. Það er svona aðeins smá spott í burtu, þannig að við ákvæðum að byrja hér af því að þetta er nær hótelin okkar. Já. Svo erum við aðeins búin að tína í körfu eftir við komum á þessum hálftíma sem við komum, þannig að við vorum reyndar búin að liggja aðeins og plana og spekulera og velta fyrir okkur allavega á hótelinu í gærkvöldi. Já. Þannig að nú er ég að fara pínu svolítið út úr mínu litathema. Það þykir mér. Það verður, ég á uppskrift sem heitir Indis. Ég ætla að rífa upp síman minn og finna mynda minni og sína það. Já. Hún heitir Indis og hún er, býtum við, augnablik, og opnast náttúrulega ekki skráin, auðvitað. Hérna, Indis. Hún er eftir Ólöfu Ingu Stefánsdóttur. Og myndin er svona. Sjáu þið þetta? Já, þetta sést. Þetta er svona, og það er meðal annars mælt með því prjónudrops er, og ég fann svona blásigard, Svarta forrit. Og ég var að hugsa að prjóna hana úr svona brúnu. Þetta er í svipuðum grófleika. En þetta er svona tencel, þetta heitir tencel blow. Já, trjákóðu dæmi. Já, og þetta er þá lífrænt efni sem að, þú veist, já, en náttúrulega ekki, þetta eru náttúrulega lífræna trefjar, þetta heitir það, trefjar. Þeir hljóta nú að vera að græja þetta í textílabinn á Blönduósi, ég bara trúi ekki öðru. Já, tóttið, ekki spurning. Og það er reyndar í þessu líka alpakka, þannig að þetta er hlýtt og gott og einstaklega að mér finnst mjúkt og geggjað. Mælt með þessu prjóna á prjónanúmer 4, finnst mér nú endilega hafi síðan einhvers staðar. Já, en ég held að þetta sleppir nú alveg kannski upp í 4,5 sem að uppskriftin segir til. Þannig ég ætla að láta þetta slæta. Við skulum ekkert vera að svekkja fólk á hvað þetta kostar. Nei, við skulum ekkert vera að auglýsa það. Og svo fundum við aðra uppskrift sem við ætlum að fara í samprjón með. Og ég ákvað að kaupa í þá peysu líka hér. Og þetta er aftur Tencel Blow. Svona, hvað ég segja, kóral. Þetta sést ekki. Þetta er nú ekki sami litur, er þetta vera aðeins ljósari. Já, það sést bara ekki nógu vel liturinn. Hann er kóral. Örlítið, þetta er kórall. Já.
Eða svona laxableikur. Laxableikur eins og við myndum segja. Já, já. En við ætlum að kalla hann kóral. En þetta er... Hann er pongupons dekkri en hann sýnist á þessari Já, mynd. hann er það. Hann er ekki alveg svona gulbleikur einhvern veginn. Hann er, já, ég er rosalega hrifin af honum, þessum. Já, svo erum við með smástas. Upp minn hérna. Já. Hvað er þetta? Hann er Leni Hólmepeysa. Já, á ég kannski bara að finna hana. Ég er með hana hérna líka. Með meira tensi. Vega heitir hún. Vega Víne. Lenit, já, Leni Hólme, já. Og hún er þessi. Ég hef búin að prjóna hann á mörgum görnum þessa en það var aldrei hafist. En við ætlum að prófa að prjóna hana úr þessu Tencel Blow. Þetta verður minn litur. En hún er uppskriftin er gefin upp fyrir 2-falt móher. Já, ekki nenni við því. Nei. Nei. Þannig við ætlum að prófa þetta. Ég held að þetta verði geggjað. Þessi verður náttúrulega, þetta er rosalega skemmtilegur litur. Finnst mér. Alveg geggjaður. Alveg geggjaður. Svo erum við náttúrulega, gerum við það náttúrulega nú helgina. Við keyptum náttúrulega uppskrift af því að sko Stephen West er að koma á prjónagleði. Prjónagleði. Og við erum geggjað spenntar. Það verður æðislegt. Við ætlum að byrja á sjali. Við keyptum okkur sjal uppskrift fyrir Stephen West og við ætlum að vera búin með það fyrir prjónagleði. Það heitir Iceland Cape eitthvað. Iceland Cape. Já, Iceland Cape, heitir hún það ekki bara? Hún heitir ekki... Við vorum að kaupa hana, hvað er hún? Ó, ég er með hana hérna. Iceland. Nei, það er á undan káinu. Nei, hún er ekki í þessari möppu. Já, ég er búin að flokka þetta svo mikið. Ég er náttúrulega með sjölinn sér. Svona. Iceland Cape Shawl. Já, það var nefnilega það. Þessi hérna. Þetta er þó ekki myndin sem var á bleðlunum sem við vorum, postkortunum sem við vorum að afhenda. Jú, þetta er akkurat nákvæmlega sama. Fyndið. Já, og þetta er sama selið og var þar plöggað. Það eru 8 litir í þessu. Já, það eru 8 litir í þessu. Hérna kannski betri mynd. Já, hérna. Þetta er svona, þetta er geggjað og við erum svona... Er það eitthvað blörra fyrst mér? Er það? Það er bara það skiptir ekki, fólk hefur séð þetta 100 sinni. Við erum hérna, þú veist, hvort þið er bara... Nei, herðu, grín. En við erum svona aðeins að byrja að taka... Tína saman gat í þetta sjal. Já. Það þarf 8 liti, 50 gramma hespur fyrir hvert lit. Þannig að ég kom með 2. Þú kom með 2? Ég kom með 2. Og það er náttúrulega fjólblár, eins og alltaf. Og svo er svona gulgræn eitthvað. Já, sérst þú merkilega vel hana. Já, hann kemur ákveðt nú. Fjólubláur aðeins dekkra en það virðist vera. Já. Og þetta er frá Jarbo. Og þetta er jak. Sem var ánginn á svarti fórið. Akkurat. Eða öfugt. Eða öfugt, já. Þetta er sem sagt jak blanda með silki og baby alpaka. Það eru þessi 2. Hvað var áttu jak? Já, hvað var áttu jak? Var það kannski trjákvaðan? Nei, við googlum Tenselin í gær. Já. Ég var ekki búin að googla jak. Er það jakugsöld? Tæplega, þeir eru alveg snöggherðir. En þetta gæti verið ykkur önnur kvoða. Eða eitthvað annað jarðefni. Jak. Þú voru að googla þetta í kvelli. Já. Ég þarf að skoða þetta. Við erum ekki preppaðar. Nei. Enga veginn. Jak, blend. Þetta er alltaf jafn uncut og ófilterað hérna hjá okkur. En við ætlum líka að kaupa þessa hlussu. Dyer's Edition for You. Merino Silk Wow heitir þetta. Frá Lísu Lingrafsson eitthvað. Það er kannski betra hér. Lísa Lingvarn. Lísa Lingvarn. Þetta er ekki alveg sem að græja þetta. Og ætlum að skipta þessu bara á milli okkur og nota eitthvað af þessu með í sjalið. Svo erum við að láta okkur dreyma að fara í... Þú ert ennþá... Já, hún heitir þetta jak. Googlaði jakið. Ég er að vinna í því sko. Það er bara að faðma þetta meðan. Það er sko, hérna...
hin búðin sem við erum að fara í hana, sem þessi handverksbúð sem ég fann á rölti mínu þarna daginn. Það heitir Garnlykkan. Garnlykkan. Það hlýtur að vera Garnlykkan, ekki Garnlukkan. Garnlykka. Það er líka þarfi eitthvað. Það sem sagt þessi kona sem er þarna, hún að handlykta meirinn og sokkagarn og móhaur og allavega. Þannig að við ætlum að kíkja á það eftir. Kannski finnum við eitthvað meira skemmtilegt þar. Ok. Ég bara ekki að finna þetta, elsku Edda mín. Wool fibers are hollow which allow them to retain heat and provide high warmth. Þeir segja mér ekkert frá hverju. What kind of... Nei. Heyrðu, þið kannski bara, ef þið þekkið þetta betur en við. Já, skrifið hérna undir. Hey! Are you back? I'm Still. customers with hand-dyed mulberry still. Oh. It's really nice we can have Do you know what yak is? Can you tell us what yak It's is? an animal from Nepal. Animal from Nepal. Yeah. Okay. Yeah. So it Það is dýr maybe... frá Nepal. Já, Mongóliu og Síberíu. Ég búin að finna þetta hérna. Þetta síðhærður nautgripur sem fundinn finnst allt í Himalaya. Jaki. Þetta einhvers konar uxi. Já, jakuxi. Hendut mynd af þessu ef ein önnur manneskja við sem að vissi þetta ekki. Já, þetta sem sagt jak. Þessi hérna, þessi gæi. Já, krút. En við erum búin að læra fullt í þessari ferð. Jesús. Já. Við lásum hérna allt. Svo læri sem lifir, það semna sig alltaf enn og ný. Lásum hérna fullt þetta tensel í gær og bara, já. Þannig að við erum alltaf að læra eitthvað. Heyrðu, en já. Hvað varst þú með? Já, þú varst að lýsa þessu. Ég var að lýsa þessu. Já. Og við ætlum að það í garbúða, Jesús minn. Já, hvernig gengur? Já, Garnlykkan, .se. Til að finna okkur restar í stífinn. Já. Við erum svona að reyna að finna eitthvað svona sem að passa vel saman og tónar og eitthvað. Við erum að stöppa í hálftíman. Af því að slíknar eftir rúman... Nei, manstu, Toppi bróða búinn að downloada þetta alveg nýri myndan, sem að tekur alveg endalaust. Þú rétt að vona og tækja endalaust. Annars víst þetta að skeita þetta saman, en það aldrei við gerum það ekki. Við erum ekki það tækja. En, á meðan við bíðum eftir henni Kari, vinkun okkur aftur, þá blasti þetta við okkur. Já, í gær. Þegar við komum inn í búðina. Og við bara, já, ok, náttúrulega verið að selja álafórslópa og léttlópa og hérna alveg í öllum búðum virðist vera, eða mjög mörgum. Já, en fjallalópin hefur ekki verið. Og hún hélt náttúrulega að þetta væri eitthvað alveg glænýtt að detta á borðið, af því að þeir virtust kynna það þannig. Já, þeir kynna það þannig hér. En þegar ég sagði að ég væri búin að prjóna svona peysu, þá var hann alveg undan þegar ég sýndi hann náttúrulega hérna þegar við vorum hérna síðast. Já, býtu. Ég var náttúrulega bara, ekki með peysuna með mér. Nei, við ætlum líka að sýna henni þetta, já. Já. En ég sýndi hann náttúrulega hérna síðast í bloggin okkar, býtu ef við gerum þetta svona og sést þetta betur. Hérna, þetta er skjáskot úr bloggin okkar síðast. Já. Það var þessi sem ég gerði. Nefn að þau fá bara þessa liti sem eru hérna í peysunni, í uppskriftinni, í bókinni og fá ekki að auglýsa aðra liti. Nei, ekki fyrir en að samprjónið er byrjað. Já, er það ekki svolítið einkennileg markaðssetning? Meina hvað svo ef hún reyndar allsæl búin að selja ykkur kassu af þessu. Já, hún sagði 20 póka. 25 sem að hún búin að selja þessu. Og hérna, en ég meina, það náttúrulega umlega svekkjandi ef maður byrjar að prjóna úr þessum litum. Já, og sjálfur sér allt í lagi litir, en langar bara í eitthvað annað. Þetta er mjög líka skrýtin tímasetning eins og hún sagði. Núna er að hópast hér inn allavega lín og hör og bambus og eitthvað svona mjúkt sumargarð. Að vera að markaðssetja hér að vori til haustlitaða ullarpeysu. Já. Það er prjóna góða fínt.
Já, hún er að prjóna eitthvað geggja flott og er með nýtt prjóna. Þetta er peysa sem hún er að byrja. Sýnir. Í mjög tösku. Já, geggja flott taska líka. Kann nú ekki við að fara að gramsa mikið í þessu. Nei, bara lyftir sér svona. Já. Þessi er flott. Það er flott. Þessi er mjög Það er flott. mút. Það er sagt. Sennilega sagt það. Já, en hún er bara alveg non-stop í afgræslu. Verður ekki bara að taka pásu þangað til við náum með aftur? Er það ekki bara? Ekki. Gerum það. Sjáum hvað gerist.